Það ekki tilviljun, það fugla sérfræðingurinn sem kemur að tala við ykkur eina vindorkukostin í dag, eins og þið munið sjá, en ég spyrji ykkur öll þessara spurningar í smástund. Og þau ykkar sem eiga ekki svar, og ég reikna nú með að flest ykkar eigi eitthvað svar, einhverja minningar eða upplifanir tengdar fuglum. Gerið þið endilega upp við ykkur. Hvert verður ykkar svar við þessari spurningu? Í faghópi 1 í 5. áfanga mátum við 10 vindorkukosti, auk 5 annara kosta sem voru sem sagt Bolaalda og 4 vatnsvirkjanir. Þorri kom inn á þetta. Staðreyndin sú að það eru fleiri í pípunum og ef það er að marka vandverndarkorti þá eru þeir alltaf 4 sinnum fleiri. Og þið sáuð vindorkukostina fyrstu, gulu hringirnir á kortinu hjá Þorra, það voru sem sagt 5 fyrstu vindorkukostirnir úr áfanga 4. Vandinn við vindorkuver í hnotskurn að þau teygja sig upp til himins og geta með misheppnuðu staðarvali valdið fuglastofnum tjóni. Og þetta eru mörg dæmi og frægasta dæmið og mesta víti til að varast Smøla í Noregi. Þessi víti upp í lofti hefur í för með sér þrenns konar áskoranir umfram hinn hefðbundnu á jörðu niðri. Við erum búin að vera að tala eyðingu búsvæða bara síðan við byrjuðum, Þóra, Ellen, Skúli og Þorri búin að vara við því. Og nú kem ég með 3 ný víti til að varast, áflug, forðun og hindrun. Vindorkugarðar geta sem sagt valdið slysum og dauðsföllum á fuglum, geta valdið því að farleiðar skerðast eða breytast eða lengjast. Og svo ef við auðvitað erum komin með kannski 4-5 vindorkuver á litlu svæði eða í sama sömu heiðinni, þá erum við væntanlega komin með hindrun, farin að loka farleiðinni, það er að segja. Og hér ber að hafa í huga að vindorkuverin ná 200 metra upp í loftið, 200-220 með spaðana í hæstu stöðu. Sem þýðir að þau geta verið ef það er þarna flugleið yfir, þá getur það verið 1/3 til helmingur af fuglunum. Margir þeirra fljúga auðvitað töluvert hærra. Flestar framkvæmdir hafa áhrif á varpfugla á framkvæmdasvæðinu í grennd, en annað stóra atriði er fartíminn vor og haust. Við erum með farflug og innanlandsflug sem hefur ekki verið vel kortlagt að öllu leyti. Það eru til ágætis upplýsingar GPS-merktar grágæsir. Við erum með ágætisverkefni ernina sem að vindorkufyrirtækin kosta ásamt fleirum. Og síðan er það að við erum ekki með mjög mikið af erlendum rannsóknum vindorku á landi. Mjög mikið af fuglarannsóknum vindorku frá Evrópu er vindorku á hafi, sem kemur ekki beint við okkar sögu eins sem komið er. Og núverandi áætlanir munu fyrst og fremst hafa áhrif á mófugla, sem eru fuglarnir til vinstri, heiðlóa, spói, stelkur, þúfutittlingur, rjúpa og hrossagaukur þar fremst í flokki. Og það verða auðvitað uppsöfnuð áhrif. Og þessir fuglar, ef við förum og gerum mat- og umhverfisáhrifum vegna framkvæmda, þá er þetta yfirleitt algengustu fuglarnir. Þetta eru algengustu fuglar Íslands. Og þegar við erum komin með vindorkuver, þá erum við komin 200-400 metra yfir sjávarmáli, jafnvel hærra. Og þar af leiðandi þéttleiki þeirra eitthvað farin að minnka. Vandinn hins vegar sá að það er mikil ásókn í búsvæði þessara fugla á láglendi, það er að segja í 200 metra hæð og neðar. Þannig að við erum mögulega með öllum öðrum umsvifum þjóðfélagsins hugsanlega að ýta mófuglunum upp í fjöllin í framtíðinni. Og ernina komum við inn á aðeins síðar. Garðsdalur var metinn í rammaáætlun 4 ásamt 4 öðrum vindorkukostum. 1 fór í nýtingarflokk sem var Búrfell, en við fengum sem sagt Garðsdal, Sólheima og Vindheima í Hörgársveit í Eyjafirði frá rammaáætlun 4. Í rammaáætlun 5 bætast við 6 nýir vindorkukostir, þannig ég var með 10 kosti að bera saman þegar við vorum að skoða vindorkuna og við fórum þá leið að klára hinar virkjanirnar og notuðum svo síðasta vetur til að skoða vindorkuverin. Og vandamál númer 1 við Garðsdal er kortið hérna sem ég er að sýna ykkur.
Við erum komin inn í Breiðafjörð. Í ansi miklu nábýli við eitt mikilvægasta, ef ekki það mikilvægasta fuglasvæði Íslands. Nú, við erum náttúrulega ekki að eiga við hafið eða eyjarnar, heldur fjöllin og það má spyrja, skoraði Garðsdalur hátt fyrir náttúrufar og menningarminjar. Hann fékk hæstu einkunn fyrir berggrunn, 4. hæstu fyrir fugla og skorar raunverulega lægst fyrir vistkerfi og jarðveg, munar ekki miklu á landslagi og víðernum eða menningarminjum. Okay. Og þið sjáið hérna í rauða kassanum heildareinkunn vindorkukostanna 10 fyrir náttúrufar og menningarminjar og það er ekki mikill breytileiki. Lægsta einkunnin er 8,2, hæsta er 9,8, svo eru 2 með 9,5 og svo erum við komin milli 8 og 9. Þannig að, og Garðsdalur er lægstur fyrir ýmislegt svo sem vatnafar og vatnadýr og Skúli var mjög heppinn, það var allt sem skoraði hátt hjá honum. Það var þægilegt, með vatnsaflsvirkjun og það er votlendi, þá er náttúrulega fullt af gróðri og þá er líka fullt af fuglum. Þessi staðir eru alls ekki þannig. Ég gat verið með stað sem skoraði hátt fyrir fugla en lágt fyrir vatnadýr og gróður eða þá skoraði hátt fyrir fugla og gróður en lágt fyrir vatnadýr. Það var miklu erfiðara að gefa lífríkinu einkunn fyrir þessi fyrirbæri heldur en nokkuð tíma hér. Nú, hvað lenti Garðsdalur í röðinni? Hann lenti neðarlega og Skúli nefndi hérna raðgreininguna, hann lenti sem sagt miðja deild í henni, þá sem sagt eru þeir bornir saman, 2 og 2 saman, nokkurs konar innbyrðis viðureign milli virkjunarkosta. Þannig hann náði að koma sér í 5. sætið en lendir neðarlega bæði í áhrifamati og verðmætamati. Verðmætið sem sagt lágt, allavega samkvæmt svona tölulegum skölum, en þá er auðvitað spurningin hvort að sagan sé öll sögð. Þið sjáið í skýrslu okkar fengu 2 atriði rauðan lit sem varða náttúrufar og menningarminjar, númer 1 Garðsdalurinn í Breiðafirði. Við viljum náttúrulega ekki sjá það nálægt öllu þessari flugumferð og öllum þessum fuglum. Síðan er þetta ágæta Arnarverkefni. Það kom í ljós að ernirnir fljúga fyrsta lagi flest allir nokkuð nálægt Garðsdal og það reyndust vera 4 þeirra sem á endanum flugu yfir hann. Nú, hvernig metum við fuglalíf í rammaáætlun? Við erum með tegundalista frá Náttúrufræðistofnun, bæði fjölda tegunda sem hafa fundist á svæðinu og fjöldi tegunda sem eru á válista. Við erum með lista yfir alþjóðlega mikilvægar tegundir. Það er 21 fuglategund þar sem að 1/3 eða meira af heimsstofni, eða 20% eða meira af heimsstofni lifir á Íslandi, verpur á Íslandi. Við erum auðvitað með einhvers konar upplýsingar stóra stofna og verðmæta bletti, svo erum við með fuglaskýrslur svæðið, sérstaklega fyrir vindorkukostina úr rammaáætlun 4, því þeir eru náttúrulega búnir að herða sína vinnu við mat- og umhverfisáhrifum. Og svo erum við með þessa dásamlegu græju hér. Þetta er Richness líkan, þróað af Veroníku Mendes, Tómasi Grétari og samstarfsmönnum. Þetta var birt núna í haust í Wildlife Biology. Og Mikaela Hrapalikova, sem er núna hjá Náttúrufræðistofnun áður Landmælingum Íslands, hún gerði kort með. Og þetta er hitakort fyrir fugla byggt á landrænum upplýsingum, hæðir sjávarmáli, gróðurfari og fleiri slíku. Þannig að Garðsdalur er frekar kalt svæði, því sjáum við þetta er lægsta súlan þarna lengst til vinstri. Sama skapi sjáum við að fugla verðmætustu svæðin eru lengst til hægri í átt að kortinu. Þannig að ef við værum á þannig svæði þá væri þetta, eins og við sjáum í rauðu blettina þarna niður við ströndina, þetta eru sem sagt fugla auðug svæði samkvæmt þessu líkani. Umhverfismatsskýrslan frá Náttúrustofu Austurlands styður þetta nokkuð vel og þið sjáið hérna flugvirknikortin, þið sjáið líka spaðana teiknað inn á sem bláa punkta. Þarna sáu þau 17 tegundir. Eini staðfesti varpfuglinn var sendlingur, aðrir líklegi varpfuglar voru heiðlófar, rjúpa, snjótittlingur og steintepill. Þau sjá afskaplega lítið af fuglum þarna. Flott. Og ef við færum annað, færum sólheima eða hnotastein eða einhver fugla auður í svæði, þá værum við með 2 til 3 sinnum fleiri svona kort og það væru miklu fleiri strik á þeim. Þannig að þetta er tegundasnautt svæði. En það er náttúrulega plot thickens.
Það náttúrulega hans konunglega hátíð og ég sagði strax þegar ég heyrði Garpsdal nefndan fyrir einhverjum 10 árum, það eins gott þú sért vissum að það séu engir ernir þarna. Og ég var fullvissaður það og við trúðum því nú eiginlega bara flest öll þangað til fyrir 2 árum. Þá taka þessir ágætu GPS-merktu ernir upp á því að fljúga yfir svæðið. Ég fékk þessi kort alltaf frá Kristni Hauki Skarphéðinssyni á Náttúrufræðistofnun meðan hann naut við og setti í skýrsluna okkar að það hefðu 2 ernir fljúgið um svæðið og EM Orka þeim til hróss, Jóninnar, þeir voru reyndar 4. Þannig að og það græni hringurinn á kortinu fyrir ykkur. Og þið takið eftir því að það auðvitað þarna mikil flugumferð ungra arna þetta svæði, þarna í grennd. Það á ekki að koma neitt á óvart að þeir kíki þarna upp í skarðið og skygnist þarna í sinni fæðuleit. Og þá vaknaði eðlilega spurningin hvert væri vægi þessara arnarfluga. Og þeir hjá EM Orka, þeir drógu gögnin ekki í efa en þeir hvöttu til leiks erlenda sérfræðing, arnarsérfræðing frá Bretlandi sem vildi ekki meina að þetta væri neitt stórkostlegt. Gallinn sá að þetta byggt á útreikningum á árekstralíkum, sagðar að vera lágar. Þú færðu þetta ekki háar árekstralíkur með 4 fuglum, það svona nokkuð basic tölfræði. Nú þessi glæra, ég réði ekki við mig og sett hana inn. Við erum að tala Garpsdal af því að ráðherra sett hann í nýtingarflokk. En ég ætla bara að benda ykkur á það að Garpsdalur ekki stærsta ógnin sem stæðir að ungliðahreyfingu arnarins í rammaáætlun 5 eða á kortinu hérna frá Landvernd. Skiptir það máli að 4 ernir flugu Garpsdal? Árekstralíkurnar lágar, skulum bara taka því sem gefnu, en þetta eru samt sem áður 4 ernir af 39. Það 8 eða 9%. Og hvað skiptir það síðan máli? Skiptir það ekki einhverju máli að við erum stödd nákvæmlega þarna? Bara alveg, erum við Breiðafjörð eða í Breiðafjörð? Ég ætla að leyfa einhverjum öðrum að rífast það. Hér svo sundurliðun á fuglamatinum og þetta var einn fyrsti kosturinn sem ég skoðaði að því hann kom úr rammaáætlun 4 og auðgi fjölbreytni, fágæti og stærð samfella heild 13, þetta næst hæsta einhverjum sem við gefum. Og þarna vega þetta örninn og þetta mikilvæga fuglasvæði sem við erum vissulega stödd á afskaplega þungt, það skal bara algjörlega viðurkennt. Áhrifamatið, við erum svo sem ekki með alvarleg áhrif, það vekur þó athygli og þetta höfum við séð annars staðar líka að það til heimildir rjúpnahópa að hausti sem birtast þarna stopult. Rjúpan verður afskaplega erfið í rammaáætlun að því að fyrsta lagi hún sýnir stoppsveiflur, það stundum fáar, það stundum margar og svo flakka þær landið og þetta flakk ekkit alltaf voðalega vel kortlagt. 1 mínúta eftir. Nú framkvæmdasvæði frekar rýrt var þetta fuglalíkur hátt uppi, þéttleiki fuglalágur, mun veiga minna fuglalíf á framkvæmdasvæði sem satt uppi á fjallinu heldur en niðri við ströndina. Mjög stórir rjúpuhópar og áflugstíðni öllum líkindum lág og áhrif búsvæðataps sömuleiðis lítil. En það eitt kavíat. Rammaáætlun með núverandi útgáfu þessari virkjun, það búið að sækjum líka fyrir mögulegri stækkun. Skipulagsstofnun hefur haft afskipti af því. Að leyti þakka ég fyrir hönd mín og míns liðs góða áheyrn.